Við leggjum hönd á enni okkar, við signum okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við skulum biðja. Almátti og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf, Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpaðu okkur til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Þessa biðjum við fyrir Jesú Krist, drottin okkar. Amen. Í Davíðssálmi 126 segir: Þeir sem sá með tárum munu uppskera með gleðisöng. Og í fyrra Korinthubréfi, 13. kaflanum, er þessi fallegi texti og mér finnst hann segja svo mikið samband Signýjar og hans nonna. Kærleikurinn er langlundur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, reykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, en leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækinn. Hann gleðist ekki yfir óréttvísinni, en samgleðis sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, ber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Amen.
ætla að biðja ykkur að rísa á fætur og hlýða á heilagt Guðspjall sem skrifað stendur í 11. kafla Jóhannesar Guðspjalls. Þegar Marta frétti að Jesús væri að koma, fór hún á móti honum en María satt heima. Marta sagði við Jesú: Drottinn, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann Jesús segir við hana: Bróðir þinn mun upprísa. Marta segir: Ég veit, hann rís upp í upprisunni á efsta degi. Jesús mælti: Ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjallinn. Sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen. Heyr mína bæn, mildast í blóð. Náð, friður og kærleikur Guðs sem æðri öllum skilningi
sé með okkur öllum. Amen. Lífið rennur sem lækur með lygnu og djúpan hyl, grefur sér farveg og fellur flúðir kletta og gil. Við bakkana beggja megin blandast hinn tæra lind, lækurinn orðin allur annara spegilmynd. Lækurinn minnir á lífið, lindin tær og hrein, fljóti ber hann öll fræin sem falla af næstu grein. Og fljótið lífsins ferja, flytur með þungum straum. Ljóðið lindina tæru, lækjarins óskar draum. Þetta fallega ljóð eftir skagfirska bóndan Sigurð Hansen. Ljóðið fjallar lífið, fjallar það hvernig lífið getur breyst frá einni stundu til annarar. Fjallar gleði og hamingju, en einnig segir frá sorginu og kyrrðinni. Iðukost í flúðum þjóta upp og niður. Á skipsins lygnur og djúpir hyljir, þeir minna fremur á alvöru og kyrrð. Og nú erum við farin að sjá að það hyllir undir sumarkomu. Við finnum og við sjáum að sólin hækkar ört þarna á himnafestingunni og vorið, það kræla á sér. Og við tegum eftir því í dag að það hefur sér til sólarinn á milli. Já, við vitum að veturinn að sleppa sínum heljartökum á náttúrunni og hún rís upp úr löngum og þungum dvala, blessu jörðin til að gegna sinni móðurskyldu og ala önnur börnum. Með sívaxandi yl og ómótstæðilegri blíðu þá losar vorsólinn þann klaka fjötur á jörðinni sem að hrammur vetrarins hefur lagt á hana. Og hún skín alltaf fyrr og fyrr og hver kvöld þá gengur hún seinna til viðar. Og við getum notið hennar og glatt okkur, en þetta allt vorsins ákvarðaða verk. Síðan tekur haustið við, það hvíldarinnar undirbúningstíminn og þarna hefur náttúran lokið sínu ætlunarverki og við tökum eftir því líka að þegar að fer að halla vetri að blómin hafa farið að falla og þau hafa ekki náð sínu takmarki. Eða eins og ég segir í salminum ungin hér og eftir, allt eins og blómstrið eina uppvaks af sléttri grund. Blómin falla og hvíldarinnar stund komin. Örþreytt gengur jörðin að sofa undir klakkahjúp og heimsins ljós víkur síðis til að trufla ekki hennar ró. En þetta alltaf svo sjálfsagt að við getum vaknað og gengið í dagspurtunni og síðan farið aftur að sofa? Mannsins sjálfu þannig farið að sjón hins mikla og óskiljanlega getur ekki annað en vakið eftirtekt. Og hversu óskiljanleg okkur verk hins eilífa. Við vitum að við erum bara hér á þessu hnetti og svo óendanlegur algeimurinn. Og við hljótum ofta að spyrja okkur þessar spurningar, hvað sem stýrir þessu? Lífið og allur þessi gangur á hún sér ekki höfund? Og við sem játum kristna trú, við trúum því að hann sé hér, þessi höfundur, og allt kring þótt að komi dimmi dagar. Við vissum hvernig fór á föstudeginu langa, en svo rann upp páskadagur. Þá var allt svo nýtt og ferskt. Og það sem páskadagurinn gaf okkur líka, að þá bráðnaði allt.
drungi. Okkur var fætt nýtt líf, ný von og lífið sjálft þegar að Jesú sigraði dauðan og gaf okkur eilíft líf. Og með því staðfest að við erum ekki ein. Við göngum ekki ein hér á þessu hóteli okkar, Hótel Jörð, og ástæðan fyrir því að ég skírskotaði ljóðið áðan er það að Jesús sjálfur, hann skírskotaði svo oft til náttúrunnar og talaði í líkingum leyndardóma himnaríkis. En með því myndi hann á það að hann er svo miklu nær okkur en við höldum. Hann er hér eins og í náttúrunni og alveg eins og það sem er að gerast núna þegar lífið er að komast á fullt skrið að vori og sumri tekur við. Það gerðist það sama þegar Jesú reis frá dauðum. Hann er hér og hann er lifandi og hann gefur þeim sem hafa kvatt þennan heim líf með sér, því allir þeir sem trúa á nafn hans eru bornir í heilaga skírn í hans náðarfaðm, eiga lífðina með Jesú Kristi. Þeir eru ekki einir, aldrei. Jón Rúnar Halldórsson, ávallt kallaður Nonni, var fæddur 4. apríl 1957 í Reykjavík. Foreldrar hans voru Halldór Hörður Arason tækjamaður og hann starfaði lengstum hjá varnarliðinu á Keflavíkurflugvelli sem verkstjóri hjá Mótupúl og móðir hans var Jenny Jónsdóttir, húsmóðir og verkakona. Börn þeirra hjóna í aldursröð eru Stefán sem er látinn, þá var Jón Rúnar, næst yngst Jóhanna og yngstur Finnur Kristján. Jóhanna lifir foreldra og bræður, en Finnur Kristján lést ungur. Blessuð sé minning þeirra sem farin eru. Nonni átti heima fyrstu ár ævis sinnar á Hólavöllum í Garði, en þar áttu fósturforeldrar föður hans heima. Eftir það bjó hann í Keflavík en lengst bjó hann í Njarðvík og oft fór fjölskyldan vestur á Snæfellsnes í nágrenni Hellissands, þaðan sem móðir hans var ættuð. Síðan var oft dvalið og mikið leikið af gufuskálum, hvar ættingar bjuggu. Þetta voru einstaklega góðar stundir sem að fjölskyldan átti þarna saman og svo þegar börnin í stórum hópi léku sér í alls konar leikjum á gufuskálum. Einnig var að þegar hann og Jóhanna systir hans voru saman á staðnum og fengu að fara á hestbak og svo einnig þótti þeim gaman að taka þátt í heyskap. Skólaganga Nonna var hefðbundin í skóla í Keflavík. Það var nú samt meðan þannig blessaðan að hann mátti ekkert vera að því að ljúka námi. Því hann vildi vinna og eignast pening. Mjög ungur hóf hann að starfa í fiski, síðan við ýmis störf hjá varnarliðinu og Keflavíkurflugvelli, en lengst af starfaði hann hjá íslenskum aðalvörtökum eða í rúm 40 ár og þá lengstum á tækjadeild. Hann var einstaklega flinkur að stjórna hinum ýmsu tækjum og þótti gaman af að vinna. Vinnan varð nánast eins og hans áhugamál, ef svo má segja, því að svo mikið naut hann vinnunar. Það var umtalað hversu vel hann hugsaði trailerinn sinn og þið sjáuð hann meðal annars í Salmaskránni, í forgrunnin, í innsíðunni. Og þannig var að þegar hann lét af störfum, þá var rifist það hver fengi að keyra bílinn hans Nonna. Jóni Rúnari voru falin trúnaðarstörf, enda eftirtektarsamur og úrræðagóður hag sinn og samstarfsmanna
og var því fenginn til að sitja í stjórn VFS-FK og svo var hann einnig trúnaðarmaður hjá IAVF. Jón Rúnar kynntist Signýju Elíasdóttur árið 1982 og þetta gerðist í samkomuhúsinu í Sandgerði. Hann sagði oft sjálfur frá því hann hefði orðið agndofa þegar hann sá hana fyrst og svo heillaður var hann hafi nánast gripið utan Signý. Ekki nóg með það, hann hafi gripið utan hann heldur sveiflað hana yfir öxlinni og labbaði bara með hann út. Já, ást við fyrstu sýn. Það sko sannarlega til. Þau gengu í hjónaband í nóvember 9. 2023 og þau bjuggu lengst af á Brekkustíg 35C í Njarðvík. Börn þeirra hjóna eru 2 eldri Vignir. Hann fæddur 10. júní 1984 og sonur hans Rúnar Árni, fæddur 27. maí 2010. Yngra barnið og dóttirin Jenny, fædd 14. júní 1989. Maki hennar Almar Viktor Þórólfsson. Börn þeirra Signý, fædd 17. ágúst 2016 og Þórólfur fæddur 2. júlí 2022. Sonur Almars og stjúpsonur Jennyar Magnús, fæddur 13. apríl 2014. Nonni fór víða landið sökum starfsins hjá IAVF og var oft falið að flytja stór og mikil tæki landið okkar. Og hann naut þessara ferða en einnig var og þótti honum sérstaklega gaman að ferðast með fjölskyldunni sinni og voru það þá sérstaklega að fara vestur í Vík í Mýrdal hvar faðir hans hafði átt margar góðar stundir og einnig á Hellisand þaðan sem móðir hans var eins og áður greinir. Æskuminningarnar ristu djúpt frá góðum og gefandi ferðum og það fékk síðan fjölskylda hans að njóta seinna meir. Nonni var mikill tónlistarunnandi og hafði mikinn áhuga á rocktónlist fyrir tíma. Og ein hljómsveit var sérstaklega í uppáhaldi og það var hljómsveitin Thin Lizzy. Og fyrir ykkur sem kannist ekki við þessa hljómsveit þá gaf hún út og þekktustu lögin hennar eru meðal annars Whiskey in the Jar og The Boys Are Back in Town. Eitt það sem að ég veit að þið munuð vafalítið vitið ekkert en kom í ljós þegar að við vorum að spjalla saman hann. En þannig var að Nonni var í dansskóla Heiðars Ástvaldssonar sem barn í mörg ár og hann var mjög góður dansari. Signý segir svo frá að þó voru í Glasgow-ferð og það var bara, hann hvarf og hún sér hann bara vera að dansa með ykkur skoskum danshóp og hann var bara að skemmta sér og naut sín vel við það. En það virtist ekki vera að skipta neinu máli hver dansinn var. Hann gat dansað þetta allt. Hann var svo feimur í fótunum og náttúrulega naut þess að hafa lært þetta forðum daga. Nonni var með mikla bíladellu. Enda sótt hann það líklega á föðurranni. Hann eignaði snemma rauðan Hornet sem hann hugsaði vel Nú, Jóhanna systir hans, hún hefur svolítið þessa bíladellu á einhverju leyti, en hún talaði við bróður sinn og fékk að
prófa að keyra bílinn. Og nota bene, og svona til að árétta það var öllum öryggiskröfum fylgt til hins ítrasta. Og Nonni var svo ákveðin í því að þegar hún fengi að keyra bílinn, þá var valin breiðasta gatan í Njarðvík. En samt tókst henni að keyra á staur. Þarna hefðu nú einhverju skipt skapi, en svo var ekki með stóra bróðir. Því Nonni tók þessu með ró og spekt og hann var ekki reiður út í systur sína, sem sýnir best hvernig manneskjan var. Til hvers að vera að æsa sig yfir einhverju sem ekki skipti máli og var hægt að lagfæra. En það voru ekki aðeins bílar sem hægt að nota til að koma sér á milli staða sem áttu hug Nonna. Því seinni tíð þá hafði hann komið sér upp góðu safni af fjarstýrðum bílum og hafði gaman af að dunda sér við þá og bæta við þá allskyns aukahlutum. Þegar komið inn á heimilið hjá Jóni Rúnari og Signý þá sést vel að það aðeins eitt lið í enska fótboltanum sem hann hélt með og hann reyndi að horfa á alla leiki með þeim. Þetta rauða liðið í Liverpoolborg, Liverpool Football Club. Þessum áhuga og aðdáun deildi hann til afkomendana og sérstaklega þótti Vigni gaman að horfa á eða hringja í föður sinn þegar liðið keppti og mér skilst á Vigni að það hafi svona verið misjafnt hvernig hljóðið var í honum ef þeir unnu eða ef þeir töpuðu. Nú á eftir þá hlýðum við meðal annars á lagið sungi You Never Walk Alone sem texti og lag liðsins. Jón Rúnar Halldórsson var þegar sem barn einstaklega ljúfur og hvers manns hugljúfi. Honum þátti væntum foreldra sín og systkin. Snemma kom í ljós að hann var einstaklega dagfarsprúður maður, hægur og var ekki að trana sig fram. Hann var með mikið jafnaðargeð og rólindur í samskiptum og samtölum. Það var alltaf hægt að leita til hans. Hann gat leyst öll vandamál og kunni að laga allt. Oftast vildi hann nú gera hlutina sjálfur fyrir fjölskylduna og þegar að börnin leituðu til hans, máttu þau ekki hjálpa honum. Hann var kominn til að redda málunum og hann stóð svo sannarlega við það. Það voru ekki aðeins börnin sem nutu þessa, því að þegar að foreldrar hans fluttu eitt sinn, þá málaði hann alla íbúðuna fyrir þau aleinn. Jenny dóttir Nonna segir svo frá. Hann kallaði mig alltaf Jones, eða Jones. Og mun ég sakna þess alla tíð að fara í heim til hans og segja Hey Jones. Einnig kallaði hann mig stundum Gamla Geit. Og það var sérstaklega þegar hann var að stríða mér. Ég mátti ekki kaupa mér bíl nema hann væri með og hann þurfti að samþykkja öll bílakaup. Eitt skipti þegar ég bjó ein og var inn á baðherbyggi, þá fylltist ég skelfingu. Það var kónguló á gólfinu. Og það fyrsta sem ég gerði það var að hringja í bjargvættina pabba. Hann var ekki lengi að koma og hann bjargaði stelpunni sinni frá þessari hræðulegu kónguló. Já, Jón Rúnar hann elskaði öll börnin sín heitt og kallaði alltaf barnabörnin sín afagull. Hann var svona ekta afi. Hann sat á gólfinu að kubba, lita eða spila við þau. Hann gat verið stríðinn, gantaðist við þau svo þau hlógu og í miklu uppáhaldi í afagullunum sínum var hann alla tíð og þau sáu ekki sólina fyrir honum. Afi kunni að láta þau hlusta og leika sér við þau. Hann gat lifað sig inn í huga þeirra og heim.
Gagnvart sínu fólki var hann alltaf til í allt. Hann var ekki mikið að gefa sig öðrum, vildi halda sig til hlés, en fjölskyldan efaðist aldrei hvaða hug hann bar til hennar. Fjölskyldan var honum allt, ást í verki, ekki bara í hugsunum og orðum. Hann lét verkin tala, orð og athafnir stóðu þegar hann var annars vegar. Signý, unga stúlkan sem að forðum daga nánast lagði á öxl sér, var alltaf eina og stóra ástin hans. Þau áttu einingu í hug og hönd saman, þau voru eitt, eins og sagði í Korinthubréfinu sem ég las áðan, kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Nonni greindist með krabbamein í ágúst á síðasta ári. Þetta voru erfið veikindi, en alltaf lét hann eins og allt var í lagi. Hann vildi ekki láta neinn hafa áhyggjur á sér eða láta aðra hafa eitthvað fyrir sér. Hann hugsaði meir aðra en sjálfan sig. Þótt veikindin hafi verið mjög alvarleg, þá var hann alltaf jákvæður. Hann var verndari fjölskyldunni sinnar, eða eins og þau segja, hann passaði alltaf upp á okkur. Jón Rúnar Halldórsson lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja þann 16. apríl síðastliðinn vafinn sínum nánustu. Mér þótti tilhlýðilegt að lesa fyrir ykkur hér texta sem að Bjarki Elísson, fyrrverandi yfirlögregluþjónn í Reykjavík og mikill Liverpool-aðdáandi, hvernig að hann sneri yfir á íslensku söngnum You Never Walk Alone. Ef þú brýst fram gegn bylnum, verður höfuðið hátt. Óttastu eigi myrkrið, né ógn þess og mátt, litríkur ljósheimur bíður og lævirkjar söngurinn þýður. Áfram stríðum stormi gegn, áfram strítt, þótt falli regn, þótt drauma þína skilji ein einn, þú áfram, áfram ferð aleinn, þó aldrei ertu einn, aldrei ertu einn. Áfram, áfram með hugprútt hjarta, hugsaðu framtíð bjarta, þú arkar aldrei einn. Og Nonni var ekki einn. Hann átti góða og samheldna fjölskyldu sem fylgdu honum fram að síðasta andvarpi hér á jörðu. Signý og börnin viku aldrei frá honum. Hann braust ekki gegnum bilin einn, hann arkaði aldrei einn. En nú hann kominn inn í eilíf Guðs, en Nonni var honum falinn í heilagri skírn þegar hann þáði að verða erfingi eilífs. Nú hann kominn til þeirra sem hann elskuði í bernsku, þeirra sem gáfu honum lífið. Drottinn Guð, við biðjum þig fyrir hinn krossfest og uppristna son þinn Jesú Krist, að blessa og varðveita minningar og myndir Jón Rúnar Halldórsson. Láttu okkur aldrei gleyma honum og blessaðu allt hans fólk. Amen. Við andar dráttinn þín.
Smart og salt honum fjarri og heimsins ráð sem brugga vondir menn. Já, vita eitthvað vanda hér á jörð ofar sandi hindi þakkar gjörð. Í stundar eilíf eina sumarnótt og alheims ljós og mín sem hverfur skjótt. Byggjum, Faðir okkar á himnum, við þökkum þér fyrir sérhverja góða gjöf í þessu lífi og fyrir von eilífs lífs sem þú hefur endurfætt okkur til fyrir upprissu Jesú Krist frá dauðum. Líttu í náð til Jóns Rúnars Halldórssonar sem þú hefur kallað til hvíldar þinnar. Vertu okkur öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og dauða. Varveittu okkur í trúnni á þig og að við megum ásamt þeim sem þú hefur endurleyst lofa þig og vegsama að eilífu. Taktu við þessari bæn Drottin og öllum öðrum bænum sem á huga okkar leitar og farðu með þær að þínu vilja. Og taktu við bæninu sem Kristur kenndi og við förum með saman og segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort dagleg brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins okkar Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprissu Jesú Krist frá dauðum. Þú sagði upprissan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi.
ertu komin. Af jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur uppreisa. Drottinn minn gef dánum ró, en hinum líkni að lifa. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í nafni Guðs föður, Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur okkur sigurinn fyrir Drottinn okkar Jesú Krist. Amen.
sweet.